erum í 3G, þess að það rafalar og rafmagnstafla í vélasalnum og samkvæmsunin þar, hún fer fram á milli þess að tveggja rafala með samkvæmsunartöflunni. Annar rafalinn 60 kV og það sem sagt Caterpillar vél og það Stanford rafali. Við sjáum merkið á hann hérna, Stanford rafali. Og þar erum við með á endanum C-segul rafala sem að gefur alltaf tryggt afl fyrir segulmagnsstrauminn inn á rafalann. Þannig að rekstraröryggið nokkuð gott í þessari tegund. Og hann snýst þetta 15 snúninga og þessi gefur 220 volt inn þriggja-fasa og þannig að hér það hægt að tengja þannig að hann gefur 380 volt en við fáum 220 volt frá honum. Svo stærri rafalinn, hann Marcon rafali, hann ekki með C-segul rafala á endanum. Hann rauninni bara hefur rafmagnsframleiðsluna á segulleifum. Hann 100 kV og hann snýst líka 15 snúninga og það hefur verið breytt tengingum á hann, þannig að hann gefur 220 volt frá sér. Og síðan það varnarbúnaðurinn sem að staðsettur í töflunni, neðri í skápunum þarna á samfélsunarbúnaðinum og ljósavígatöflunni. Hér afgrófinn eins og við sjáum hérna til vinstri og varnarbúnaðurinn S1 fyrir rafalitt hérna til hægri. Og honum stendur að yfirstæðsvörð sem 0,8 sinnum málstraumur straumspennsins sem 75 ampere. Þannig að samkvæmt þessu slær yfirstæðsvörðin út við 60 ampere eftir 5 sekundur. Það tímastyttingin þá 5 sekundur. Og bakhafsvörðin í þessu líka, hún hérna í hliðina og þegar að kemur bakhafs, ef að við erum með kannski of láganstöðunsað, þegar við erum að fara að passa saman og hann tekur til sína, þá slær bakhafsvörðin út við 5% af málstraumum. Það þýðir það að ef að koma 3,75 ampere eða tæplega 4 ampere í 5 sekundur að þá slær bakhafsvörðin út. Síðan skemmfræðsvörð, hún undir rofanum, hérna alveg neðst í þessu, við sjáum það ekki á þessari mynd, þannig hérna bakvið, undir yfirálsvörðinni, alveg neðst á rofanum. Og skemmfræðsvörðin þá stillanleg frá 400 til 800 ampere og við vitum ekki nákvæmlega á hvað stillingin en þetta á 5-faldan til 10-faldan málstraum forvarsins. Og síðan fyrir rafal 2, þar yfirstæðsvörðin, hún 0,5 sinnum málstraumurinn og 5 sekundur, bakhafsvörðin 5% og 5 sekund og það þýðir þetta að málstraumurinn 300 ampere og hlutfallið 305 ampere, það alltaf 5 ampere í eftirvæðinu á þessum straumspenum sem að þýðir að við fáum aldrei meiri straum inn á mælibúnaðinn og straummælana á það heldur en 5 ampere. Það hámarksstraumur sem við fáum inn. Og það til þess að geta mætt þennan stóra straum, þennan 300 ampere straum, til dæmis. En samkvæmt þessu þá slær yfirstæðsvörðin út við 0,5 sinnum 300, eða við 150 ampere eftir 5 sekundur. Og bakhafsvörðin, hún leysir það út ef að bakhafsvörðin straumur verður 15 ampere í 5 sekundur. Þá slær bakhafsvörðin út. Og síðan skemmfræðsvörð, þarna neðan á afgrófanum,
stillan er frá 2-földum málsbrunn upp í 4-faldan málsbrunn. Og við vitum ekki nákvæmlega stillinguna því að hún er svo falin þarna baki. Síðan er mæla- og stillibúnaður sem að er fyrir rafaleik. Það er náttúrulega spennustillir hraðabreytir sem hefur áhrif á gangráðin. Það er mælarnir eru spennumælar, það er útleiðslumælir, kílómælir, straummælir, basviksmælir, kílóvattmælir, tíðnimælir og svo skýnir gaumljósið hvort að rafrofið sé úti eða inni á netinu og hvort að bakvarsvörnin sé virk eða yfirvarsvörnin hafa slegið og nú. Og svo eru náttúrulega startknappar og stoppknappar. Og þetta var að terminum, en síðan stillibúnaður í samtalsunni, það er sem 200 tíðnimælir, 200 spennumælir, fasasjá, samtalsunarljós og það er ljósin eru í ljósstýrðri tengingu. Og hérna var líka hermirinn sem sagt notaður. Mælar og rafbúnaður fyrir landtengingu, það er spennumælir, straummælir, spennu og straumsnari til að skipta milli fasana. Gaumljós til að gefa kynna hvort landrafmagn er inni eða úti. Og svo er fasa raðarvísir til að sýna hvort það sé rétt fasaröð eða ekki. Og síðan hérna til þess að færa afl á milli véla, þá er aukinn snúningshraði fyrir vél sem að tekur til sín aflið. Og síðan er kannski ennþá einhver munur á straummælum, þá þarf að breyta líka spennu stillingunni, þannig að launstraumurinn sé jafnaður á milli rafalanna, þannig að framleiðir svipaður launafl eftir að búið að jafna raunaflinu á milli þeirra. Og segir hvernig við færð allt aflið yfir á vél 2, það er með því að minnka snúningshraða á vél 1 og þá eykst snúningshraðinn á vél 2. Hann er náttúrulega sjálfvirkan gangráð og tekur við á sig aflið. Og síðan förum við í fleiri skýrslur núna og svo endum við á atriðunum í fyrir kynabátt. Hérna í skýrslunni 19F, þar sem við vorum með byrjunarleitiskamhlausmótor. Þar vorum við fyrst með pröfulampa og þessi aðferð, hún var einföld, fljótleg, en gallinn er að hún er ónákvæm. Við sáum hvort að vöfin leiddu þegar U1 til U2 vaði og vatt 1 til vatt 2 og 2 til 2 vatt 2. Hvort að þessu vöfin væru ekki slitin. Og í þessum mótor nr. 10 þá voru vöfin í lagi af þessu leyti. En það var eins og einhverjum síðan. Það er þetta að setja. Ástandsbóluna ef að þegar hann lýsir, það þýðir að ef við erum að mæla til jarðar, að þá þýðir það að einangrunin er þá ónýtt. Ef að væri pröfulampi notað til að mæla frá fasa út til jarðar, þá er einangrun í mótornum orðin ónýtt. Og kostur og kallar pröfulampan sem sagt að fljótlega aðferð, fljótlega að sjá hvort að fasarnir séu slitnir eða ekki, en þetta er ónákvæm aðferð, það eru gallar. Síðan notum við ávali til að mæla. Við getum mælt tiltölulega nákvæmlega hvort að það sé svipað viðnám í öllum vöfunum í mótornum. Það er kosturinn við hann. Og ef að væri ekki jafn viðnám í vöfunum, þá getur vílarnir verið farnir að brenna, sem sagt vindingandi. Og þá væri minna viðnám kannski í einu fasarhraðinu
hvað væri farið að brenna. Svo var aðtöða til jarðar, þar var það saman óendilega svo viðnám og það virtist vera til lagi með ámælunum, en gallinn við ámælinn hann gefur ekki nógu háa spennu til að mæla einangrunarbilun. Það er gallinn við hann. En við getum mælt þess að mismun á vöðvunum nokkuð nákvæmlega með þetta ámælinum. Þannig að sé hvort að eitt vaðið farið að brenna eða ekki, eða mismunur sýnist á að vöðvun sé að skemmast. En aðalókosturinn það að ámælinn gefur ekki nógu háa spennu. Nú, Meggerinn, hann gefur út nógu háa spennu til að mæla einangrunarbilun. En gallinn við Meggerinn, hann getur eiginlega ekki greint eða sýnt okkur hvort það mjög mikill mismunur eða ekki nema að vera mjög mikill mismunur á viðnámi vafana. Hérna kemur fram að það er svona umfram 43 í öllum vöðvunum. Það er óhættulegt að nota hann í þessar mælingar því að hann sýnir svo ógreinilega líka. Endurtekningarnar á það kannski ekki alveg nógu góð heldur. Og þannig að til þess að mæla einangrunarbilun til jarðar, það er mjög góður og þannig að gefur nógu háa spennu til þess að mæla einangrunarbilun. Mælisviðið er stærra heldur en hjá ámælum í megaónum kannski, meðan við það að vera með nógu háa spennu, en hann hefur ekki nægilega nákvæman skala til þess að mæla lítið viðnám þess í vöðvunum. Það er gallinn í það. Þarna fundum við einangrunarbilun milli fasavaða U og fasavaðsins vaða. Það var svona 500 megaóm, jafnvel minna þegar við vorum að mæla það síðast. En kosturinn sá að hann gefur nógu háa spennu til að mæla einangrunarbilun, en hann greinir ekki viðnámsmun milli fasavaða í hverju vaði fyrir sig. Nú, síðan var spanmælitæki notað. Spanmælitæki býr til segulsvið og þegar það er sett við þessi sátrið, þá yfirfærir segulsviðið yfir í vindingana. Ef það er bilun í vindingunum, þá myndast straumur í biluninni og segulsvið spanast upp í segulsviðið frá biluninni, spanar upp straum í eftirvæginu á tækinu, í spanmælitækinu og þá kviknar ljós á spanmælitækinu. Og hvernig bilun hægt að finna með spanmælitæki? Það er hvort að það séu einhver brennd vöð í mótornum. Það er leiðni á milli vafninga í sömu spólum. Svo er framkvæmt kúluprófunin. Þá er kúlan sett inn í mótorinn og það er hálf spenna sett á mótorinn og kúlan er látin eftir hverju segulsviðið. Ef að kúlan eftir hverju segulsviðið, þá er mótorinn rétt tengdur upp. Og þess að vöðin er rétt tengt saman í mótornum. Þetta er framkvæmt þegar verið að skipta vöð í mótor og kúluprófunum gerð áður en að mótorinn fer í lökkun. Síðan, hver eru hugsanlega rafmagnsbílarnir? Það er það slit til vöð eða sambandsleysi, brunnin vöð, einangrun á milli vafa er biluð, rof eða sambandsleysi, leiðni til jarðar eða út í hús, leiðni á milli vindinga í sama fasavaði, það er einangrunarbilun. Og þið fenguð svona blað og það er til blað á netinu undir efni, þar sem að við erum með einangrunarbilun, þess að svona yfirlitsblað yfir bilanum. Og það er hérna í þessu kafla já, það er í verkefnunum heldur bara, mælikaverkefnunum. Þannig að hérna þar sem að við getum farið yfir allar þessar mismunandi bilanir.
Hér höfum við yfirleitt yfir rafbílanir í mótorinn, það er rofið af sambandsleysi, það er fundið með ámæli eða pröfulappa. Svo er einangrunarbílinn, það er leiðni til jarðar eða út í hús og síðan er leiðni á milli fasavaða. Það er U1 og V1 eins og við fundum í þessum mótor, nummer 10. Og síðan er leiðni á milli vindinga í sama fasavaði. Þá er vindingurinn farin að brenna, eða vöðin farin að brenna. Lakkeinangrunin, brunnin utan á vírunum og það er bara að tengjast saman vöðum. Þetta er yfirlitsblað sem við höfum með undir efni, undir töflur og skilgreiningar tákna þar með niðri. Þá er næsta verkefni og það er 19N, það er 3C og þá höfum við þetta verkefni, svona. Og þar vorum við með mjúkrassi og tínibrassi og við settum í gang mótorinn og aðtöðum hvaðan tæki. Hann var fastur og við minna að tekið ykkur kringum 13 aftur. Og hvað gerðist þegar að við settum síðan tvöfaldan málstraum til að koma honum í gang, léttum aðeins á bremsunni. Þá fór hann af stað, tók svolítið mikil straum í ræsingunni, en datt síðan niður í eðlilegan straum. Gæti verið að þessar mælingar séu ekki alveg í takti við það sem þið fengið. Þannig að það er farið upp í aðeins hærri straum heldur en hérna kemur fram. Og síðan lýsum við nokkuð áður hvernig þeir eru að taka nýja mjúkrassi í notkun. Það þarf að skrá allar upplýsingar sem hægt er að skrá inn í mjúkrassin, mótorstærðir sem sagt, og svo getur maður valið sem sagt ræsistrauminn og líka kannski upphröðunar tíman á hvað hann er lengi að koma sér í gang. Það er oft sem að það er hægt að stilla það. Og stundum niðurhröðunar tíma líka. En þá var það tengingu tíðnibreyti og það var mynd sem ég lét ykkur fá sem er líka undir efni í innunni. Þar sem að við erum með afriðir, þriggjafaða afriðir sem breytir niður í jafnstraum og þessi jafnstraum eru notaðir til þess að búa til tíðni, breytilega tíðni fyrir mótor og það kemur jafnframt aðeins breytileg spenna eftir hvað tíðnin er mikil. Og það sem við gerðum hérna var að setja álag á mótor og við byrjuðum á því að tengja tíðnibreytinn og setja upprunastillingar á honum rétt fyrir mótorinn og síðan prófa að snúa stillimótstöðinni, þá breyttist hraðinn á mótornum og hérna sáum við þegar að jókst álagið á mótorinn þá brást tíðnibreytinn þannig við, hann jók tíðnina út frá sér því að hann hélt að hann geta að halda hraðanum í 1200 með svona mikilli aukningu á tíðni en hann hefði ekki þurft að fara í svona miklu aukningu á tíðni vegna þess að tíðnin, hraðinn á mótornum fór upp fyrir 1200, hann fór í 1210 og síðan kom ennþá meira álag þannig að hann mældi að hann tók meiri straum, tíðnibreytirinn tók eftir því og þá setti hann bara ennþá hærri tíðni út því að hann gert að hann þyrfti að hafa meiri hraða á hverju segusviðinu til þess að halda honum á 1200 snúningum en þá fór hann á óþarflega mikinn hraða, 1226 snúningar. Svo að þetta gerist þegar við erum með open loop, það þýðir að við erum ekki með ásnema, við höfum ekki mælingu, beina mælingu á hraða mótorsins inn á tíðnibreytinn. Og þannig að síðan náttúrulega eykst greikunin eðlilega eftir því sem að álagið eykst, þá sem það snýst mótorinn hægar og
En þarna náttúrulega gaf honum ennþá meiri skóra, þannig að hann í rauninni snýr hraðar. Skreikurinn, hún jók. Síðan, hvernig kemur samfarsahraðinn út með mældan mótorsins? Í rauninni, sko, samfarsahraðinn, hann er alltaf meiri heldur en mældur hraði mótorsins. Og þessi tíðnibreytir hann jók samfarsahraðann til þess að halda hraðann á mótornum. Allavega ekki undir 1200, þannig að hann yrði örugglega ekki undir 1200. Þannig að, sko, samfarsahraðinn, það er sá hraði sem að við reiknum út frá þessari tíðni sem að þetta er rauninni hraði hverfisegursins. Og þannig að hann eykur tíðnina út frá sér, hraðabreytirinn, og við það hérna eykst samfarsahraðinn og sem að er rauninni hraði hverfisegursins, því að þetta er það sem að sátrið býr til, þessar hverfisegursviðið sem að samfarsahraði og hverfisegursviðið, það er sami hluturinn í rauninni. Og síðan, hvernig kemur G mælt út? Heim við uppgefið afl á mótor, þess að aflið út af tíðnibreytinum er nefnilega aflið inn á mótorinn. Og þannig að hérna, það sem að kom á, þegar settum við álag á ólafsvæðina, að þá hérna er uppgefið afl á mótornum, það er 1,5 kW og það er náttúrulega fór bara stighakkandi upp í 10 Newtonmetra sem að er kannski svona nálægt því að vera álagið sem að er, eða snúningsvægið sem að er fyrir þennan mótor, kannski er það rétt undir eða rétt yfir. Ég myndi sjá það bara í töflu frá framleiðanda. En allavega að aflið út frá tíðnibreytinum er aflið inn á mótorinn. Það sem við sjáum hérna í töflunni, P út, þetta er P inn á mótor. Þannig við setjum 200 vött, af því þetta er í kilowattum hérna, við setjum 200 vött inn á mótorinn, en það sem að við tökum út á mótornum er bara þá er sem sagt Newtonmetra sem að, já, það er bara kannski 0,2 Newtonmetra sem að myndi það, já, við reiknum svona töflu aftur í síðasta áfanganum, þannig að þið eftir að skoða betur það. Allavega, þá vorum við komin í gegnum þetta, gerum samanburð á tvímálsvörn og í hitalega vörn, það er síðast sem við þurfum að gera í þessu. Og það er rauninni tvímálsvörnin mælir nákvæmlega hitastigið á mótorinn með einhverjum hitaskynjara. Og þá hérna verjum við mótorinn miklu betur heldur en ef við værum með tvímálsvörn. Því að tvímálsvörnin mælir strauminn sem mótorinn tekur. Og þannig að það giskar á hvað mótorinn er orðin heitt með tvímálsvörnin. Þannig að, en mótorinn getur verið að taka eðlilegan straum þó hann sé að sjóhitna, það því ef hann er á lágum búðshraða til miklu álagi, þá kælir ekki mótorinn nægilega, þannig að hann getur verið að hitna þangað til að hann eyðilegst. Nema ef við værum með svona hitanema og hitalega vörn, þá getum við látið slá hann út þegar hann hefur náð of miklum hita. En þar myndi, ef við værum með bara tvímálsvörn og hraðstýringu, að þá ættu að hættu að mótorinn myndi brenna. Af því við erum ekki að fylgjast með hitastiginu á sjálfum mótornum. Ok, þetta var samanburð á því. Þá vorum við í rauninni búin með atriði standardið 19.1. Og þá er rauninni að eina sem við eigum eftir að gera, það er að fara í atriði varðandi
kínabátinn, rafkerfi kínabátsins og atriði verði rekakerfið. Og við vorum búin að skoða hvernig að þetta kerfi vinnur. Já, við vorum með þetta voru teikningarnar og þá erum við með spurningar í verkefninu hérna, þar sem að er spurt hérna alls konar atriði og hér vorum við búin að fara í gegnum atriði hérna fyrir ofan sem þetta C50, hvernig það tengist inn á samfélagsmiðljósin og hvernig að þessar tengingar fara inn á startena og þess var eitt. En það sem við vorum að eiga það að skoða núna, að hvernig kaflarnir eru frá töflu T6 á blaði nr. 6 og hvert þetta fer frá þessari töflu T6. Skoðum það. Tafla T6 er hérna fyrir ofan, það er þessi tafla hér, þetta er T6. Hérna koma tveir kaflar, annar fer í viftu í vélarrúmi og hann er 5 sinnum 2,5 kvarat og hinn kaflinn hann kemur hérna neðar og fer hérna til hægri, þannig að þetta er rauninni þriðji neðan frá. Það fara svolítið langt hérna, þriðji neðan frá og þetta er annars fyrirgeði, þetta er annar hérna neðan frá. Ég fór línulistina, þetta er annar strengurinn neðan frá. Þessi strengur er 3 sinnum 1 kvarat, hann fer í neyðarstöðu, í emergency stop. Og það er í töflu T6 sem að við fáum svo straum hérna í kafli frá aðaltöflunni og þessi kafall er 5 sinnum 1,5 karat. Hann kemur bara hérna alveg í aðaltöflunni. Og þá er þessu svarað hérna að einn kafall er í neðarstöðum, hann er 3,1 karat, annar fer í viftu, vélarrúmi, hann er 5 sinnum 2,5 karat og lokus er þriðji í aðaltöflu og hann er 5 sinnum 1,5 karat. Ok, síðan hérna er innihald töflu 6 á blaðsíðu 31, við finna hana og þá förum við hérna á 31 og ég skal finna hérna það finnir ég komið alveg endan 47, hér er 33, 32 og hérna er 31. Þetta er þá tafla, sjá hérna, starter for ventilator engine room T6. Það er það sem er þessi teikningar síðan okkur og hérna erum við með neðarstöðununa og hvernig virkar stýrirásin. Hérna erum við með 24 V AC hérna og það er K1, hann er með segulspólu hérna, þrýstum á S3 og þá þarf F1 að vera inni, þetta er mótorsjálfræði og þá hérna
kemur spólunum inn, K1 tekur sjálfheldi hérna 13 og 14 og mótorinn helst inni, þar til við þrýstum á stopprófan S2 eða neðstopprófan S1. Nú, ef að mótorsjálfrófan fer út, F1, þá er þetta 13-14 snertan sem rífur strauminn af stýrirásinni og þá fer mótorinn út. Ok, þetta er bara einföld start-stoppráf, mjög einfalt dæmi. Og síðan hvaða róður merktir F1 í reitum 6A og 7A. Hérna 6A og 7A. Þetta er sem sagt úr mótorsjálfrófanum. Þetta er sem sagt yfirströms og skammströmsvörn mótorsins. 13 og 14 er normal í open og 21 og 22 er normal í close. Þessi hérna, til að sýna að rófin, mótorsjálfrófin er úti. Það er hérna 22 inn á vörðuna. Og tilkvæmslega rófin S1, hann er sem sagt meðstöðun þessi hérna og auðvitað hann hérna helst hann inni þar til við hann fór snúanum eða þjóðum hann út til að tekja aftur. Ok, síðan á blaðsíðu 30, það er bara næsta hérna síðan hérna fyrir framan. Þar erum við með stjörnutengingsnæsingu, sjálfvirka. Og þá er spurt sem sagt í hvaða röð þessi róðar koma inn. Munið þið eftir því? Sko, við þurfum fyrst að tengja stjörnuna. Þá er hérna K3 hérna út á endanum, þið sjáu það kannski ekki. Þannig að stjörnan kemur inn og höfuðrófin K1. Og þá er hérna sem er stjörnutengingu mótorinn af því að upp-þeir, vaft-þeir og tvöfalt-þeir tengjast saman fyrst. Síðan myndi K3 fara út og K2 myndi tengja þríhyrninginn inn á mótorinn. Og sjáu þið hvar yfirráðsvörnin er staðsett í straumarsinu. Hún er staðsett í fasastraum mótorsins. Og það þýðir, ef við segjum hérna 14,8 ampere deilt með rótina 3, þá er það fasastrauminn. Það gerist prófum það. 14,8 deilt með rótina 3. Það fá út 8,5 ampere. Og við megum ekki fylla hann á, sko, af því að hann er í fasaströmmu, við megum ekki fylla hann á málströmmun nema að yfirráðsvörnin væri hérna fyrir ofan, í aðalströmmu. Þá myndi það verja mótorinn. Mótorinn myndi brenna hérna ef að við myndum stilla yfirráðsvörnin að staðsetta hér á 14,8 ampere. Þannig að það má alls ekki gera það. Svo þetta erum við þá með svona svörfið þessu hérna og svo bara þessi tímaliði, hann skiptir á milli stjörnutengingarinnar og yfir á þríhyrningstenginguna og þið hafið þetta þá svörfið hérna í upptökunni. Þannig að síðan er snerta víxlvelta sem að hindrar samhlöst. Það er þessi hérna K2 og K1 hérna, það er þessar snertur sem eru hérna. Fyrir ofan K2 er K3 snerta, normal close, og fyrir ofan K3 er snerta úr K2. Það er bara til að verja það að verði skamhlögt við skiptinguna. Já, og það er bara að vera að spá í fasastrauminn og aftur við að stilla hann á stilla yfirráðsvörnina á fasastrauminn af því að hún er staðsettar. Síðan er siglingarljósatabla og hún er á blaðsíðu 47.
erum hérna á, já, 47, það siglingin á tafla til þess að fylgjast með því hvort að ljósin séu í lagi, eins og mastusljósin hérna til dæmis, að það fer straumurinn í gegnum tvær svona díóðbrýr. Og við það að straumurinn fer í gegnum díóðbrýr þá myndast spenna. Spennufallið yfir þetta. Og þetta nógu hæfileg spenna til að setja inn á inntölu. Í gegnum, þetta er optokoplar hérna, bara í gegnum ljóstengin. Þannig að við fáum það merki inn á inngang á inntölu ef að peran lýsir og allt í góðu lagi. Og þá sjáum við hérna útgangurinn frá innfölunni gefur okkur þá þess að straum út á peru og síðan er líka í rómanum ljós. Ef að þessi ljós fara, að þá er það merkjum það að peran sé farin í siglingarljósinu. Það er trikkið við þetta hérna. Og hérna, já, það er síðan þegar við erum búin með þessa sigljónsnistaflu, þá 3E þannig að portlæt, þessu siglinljós á bakborða og ljóstíðarna við hliðina er til þess að sýna hvort að þeirra sé í lagi ekki og út frá kontrolling, þetta er útgangur frá inntölu sem við vorum að sjá hérna. Output frá controller, þetta er útgangur frá inntölu. Og síðan er hérna varnarbúnaður aðalega frá þeir og hvers konar búnaður í RMC 122D. Þetta er nefnilega yfirás og skalfjörnsvörn og sem sagt varnarbúnaðurinn er að vinna þannig að straumurinn er í mældur í eftirvarp rásinni á straumspennum sem hlutfall af heildarstraumnum og ef það fer upp fyrir ákveðna að þá er komið yfir straumur eða yfir straumsvörnin virkar þá og svo getur líka verið innbyggt í þessu skammtvæmsvörn ef að straumurinn fer það mikið upp fyrir eðlilega. Og svo eru snerturnar frá þessum deilbúnaði bara rafleiðar og svo eru framanátækinu stillingar. Og þessi búnaður er hérna, já, 122D, það er svo snúandi, já, byrjum við. Og svona, þessi er yfirstrannsvörn hérna, RMC 122D, þetta er sjöfnskjöld, skammtvæmsvörn og yfirásvörn. Og þannig að hér er stillt á prósentu ísnunin á þessu og svo tíminn. Þannig að þetta er þriggja-fasa mæling, sjöfnskjöld, overkorrent, og síðan er þetta að stilla tíman á eftir hvað tíman hann slær út og síðan gömljós til að sýna stöðuna á þessu. Þannig að framan á þessu er stillingarnar framkvæmdar. Og þarna eru snertur í þessu, sjáum við hérna á þessu hér er snerta til þess að gefa merki dæmis að hérna hafi orðið andlegt skamflögt eða yfirála straumur. Þá rýfur snertan strauminn og þá dettur spennan af undirspennspólunni
í Acroa. Ok, þá það næsta mál og þessu, það að það hægt að auka og minnka aflið ef við skoðum álagsdeilinguna milli raðanna. Förum í álagsdeilinguna. Þetta þá góðar. Sjáum þetta. Svona. Þetta load sharing unit. Load. Og já, þetta load sharing unit NIU. LSU, sem fyrir load sharing unit. Og þá eykur hann við aflið eða minnkar aflið og gerir það með snertunum hérna. En við getum líka gert þetta handvirkt, það með ákveðnum rofum sem eru þá á annarri teikningu. Það eru hérna. Hérna getum við aukið eða minnkað við hverja vél fyrir sig. Akkurat. Þetta fyrir load sharing unitið. Ok, og allra síðasta sem ég fer í núna þá, að það örlítið varðandi reglugerðina. Og hvernig mælingin fer fram á útlenslunni, það gert svona. Það leiðsla á milli jarðar og núls og það fylgst með straumnum í þessum leiðara. Þetta sem sagt einangrað þrífasa þrítöðakerfi og þá erum við með þrjá fasa og hins vegar þá spólurinn, hann ekki hafður sem leiðari, hann einangraður frá. Svo til annað kerfi þar sem við erum með þrífasa fjórtöðakerfi með jarðtengdri núltöð, skipspólurinn ekki sem leiðari. Og þá það líka þannig. Það jörð, 0 og 3 fasa. Hérna svo bara hvernig hægt að mæla einangrunarbilun, þessi útleiðslu með lömpum og síðan bara það allra síðasta hvaða háspennar eru leiðari í jafnströms og rithmskerfum. Í rafkerfum skipa jafnströms, það 500 volt fyrir fastavélar, stórhitatæki, eldavélar og svo framvegis. Hámarksspenna fyrir ljós- og lítitæki 250 volt. Svo hérna hvað sagt reglugerð rafalæðskipum, að fyrstu þetta þannig að öllur þeirra sem samhliða tíli skipsins hægt að koma því við og staðsetja þannig að sé vel loftræstur og góð kæling og sé ekki eldhættan. Það verið að vera þannig stað útbúnar að kæliloftið sem að þeim leggir svo hreint og fullt sem hægt Og síðan hvað segir reglugerð frávik frá uppgefinni netspennu og tíðni. Það allra síðasta. Það jafnströmsraðaskiptast í afhald og strengilaga varðandi strengi. Mótoraðgildir að fullt álag má málspennan ekki breytast meira en 1,5%. Afhaldsraðar það má ekki víkja meira en 2,5% frá málspennu. Og reiðströmsraðalar hafa að halda spennunni innan við +- 2,5% af málspennu. Og síðan leyfileg breyting á tíðni +- 5% að staðaldri. Þetta í lengri tíma, 5%, en 10% í stutta stund. Það þetta. Þetta það síðasta og þetta fyrir í dag. Nú klukkan akkurat.